Velkomin á Frelsi TV. Axel Pétur Axelsson heiti ég og ætla að fjalla lygalaupa valdstjórnarinnar. Þeir sem að vinna í leikhúsi þjóðfélagsverkfræðinganna og á launum hjá andskotanum. Og það virðist vera að fólk sjá ekki alveg í gegnum þessa leppalúða. Það virðist vera erfitt fyrir fólk að sjá í gegnum þessa gaura. Og að sjálfsögðu ef þið hafið hort á RÚV undanfarið, ekki það ég veit hvað RÚV áhorfendur eru að gera hingað, þeir eru væntanlega að villast bara. En ég ætla að sýna ykkur smá skjámyndir, sjáum hvort að það virki. En hérna er gaurinn Mikki Torfa og hann var að gefa út lygabók sem heitir Týnd í paradís. Ég trúi ekki eina sekúndu að þetta sé raunveruleg saga. Þetta er eiginlega nákvæmlega eins og þessir þjóðfélagsverkfræðingar vinna. Þeir finna einhverja svona kalla sem eru til að gera allt fyrir peninga og hugsanlega í einhverjum trúarfars ástæðum. En ef þið horfið á, hérna er viðtal við Héðinn, Jóni Láru Hönnu. Ef þið horfið á viðtalið við hann, Héðinn, sem gaf út bókina Vertu úlfur, og ég krítiseraði töluvert þegar hún kom út, að þessi bók var algjör þjóðfélagsverkfræði rulla og þessi bók hans Mikka er líka þjóðfélagsverkfræði rulla. Og ef þið horfið á þessi tvö viðtöl við hann Héðinn líka og ef þið bara horfið á svipbrigðin og þið sjáuð að þeir eru með sömu kótsana eða með svipaða heilaþvotta maskinu á bakinu og þeir eru í raun með sama boðskapinn og eru báðir með á ferilskránni sinni vændisstörf fyrir valdstjórnina og þá líka stóru mafíuna erlendi sem stýrir því. En þessar tvær bækur, ég skal svo sem alveg gangast við því að þeir eigi fjölskyldu, að báðir þessir gaurar eiga mömmu og pappa og einhvers konar fjölskyldu, en þeir eru báðir að nota það í svona þjóðfélagsverkfræðilegum tilgangi og það þarf enginn að láta sér detta í hug í einustu sekúndu að það sé gert frítt. Og það sem að þeir eru að segja, báðir tveir, Úlfurinn sagði að hann hefði viljað óska þess að stjórnvöld hefðu gripið inn í og tekið fram fyrir hendurnar á fjölskyldunni hans og svipt hann sjálfræði. Og Mikki Refur er að segja, ég vildi óska þess að læknar hefðu tekið fram fyrir hendurnar á foreldrum mínum þegar ég var lasin. Og hann skýtur inn í það sé líka vegna bólusetninga. Ég veit ekki til þess að hann hafa átt vandamál með það. Og svo er eitthvað svona sögusteypa, eitthvað ég nú eflaust sagt að pappas var kannski kommunisti eða
þú veist, til þess að búa til trúverðugar þjóðfélagsverkfræðilegar lygasögur þá þarf að hafa einhvern sannleiks ívafi. En þessar báðar bækur eru lygaspuni, hannaður og framkvæmdur til þess að ná fram læknisfræðilegu einræðislögregluríki. Það sem valdstjórnin að reyna að gera og reyndar komið langleiðina með. Og þarna verið að reyna að klára kynginguna hjá fólki. Það að reyna að tróða svona í kokið á fólki. Og fólk virðist bara gleypa og bjóða hinn endan til þess að láta tróða ykkur í sig. Þannig að fólk algjörlega steinsofandi, enda allir heimskingjar eins og ég margoft sagt áður. En ég vildi nú bara koma þessum punktum á framfæri og og ég skal setja linka, þessa 4 linka hérna undir myndbandið ef ég nenni því. Já, ég nenni því alveg. En það sem sagt þetta viðtal hérna við Héðinn Unnsteinsson og hér viðtalið við hann Mikka Torf og sjálfsögðu Egill Lokbrá með í þessum spuna, sjálfsögðu. Og í þessum spuna var það Kastljósið og allir góðkunningjar okkar. Og skoðum þetta í þessu samhengi og tjáið ykkur á síðuna hjá mér hvað ykkur finnst þetta, hvort að þið séu sammála þessari greiningu minni eður ei og endilega dreifið þessu sem víðast þessu vídeói og ef að þið ekki nú þegar söbbarar áskrifendur þá verður náttúrulega bætur því umsvifalaust og linkarnir aðeins fyrir neðan og þar eru svona donation linkar sem eru voða vinsælt að fólk noti og líka sölu linkar á til dæmis bóli sem ég hef hannað sjálfur sem verða heimsfrægir safngripir einhvern tímann fyrir upphafsmann ranthreyfingarinnar á Íslandi. Bið að heilsa, hugsiði vel ykkur og munið að það ekkert að leysa ofbeldis ástand með ofbeldi. Það gengur ekki upp. Takk fyrir og bless.